Góðan daginn hér og velkomin til stundarinnar sem fékk nafnið Biblíuþátturinn okkar á sínum tíma. Við byrjunni á og það er að kveikja kertum tveim á. Við erum svo vanaföst. Okkur líkar að alveg skelfilega illa ef eitthvað hefur breytt út á hann. Það viðurkennum við nú ekki svona á almannafæri. En hann er það nú samt, oft með okkur. Þess að einhver sagði, menn eru ekkert nema á vaninn. Þannig er vanaverkið ekkert endilega það versta sem til er. En það er náttúrulega kannski verra ef að menn get ekki gert þetta nema á einn veg. Kannski öllu alvarlegra. Það má alltaf breyta. Finna upp einhverja aðferð. Ég geymi gleraugu mín hérna með núna. Ég gæti fært hérna hinga. Allavega breytti ég þessu. Skipti kannski engum máli. Bara breyta breytingarna vegna. Það er nú stundu þannig líka. Við breytum breytingarna vegna þegar við vorum að snúa öllu við í herbygginu í okkur í Þingaland og manst það nú. Þú varst allt í orðið svo rosalega þreyttur á þessari uppsetningu og húsgögnunum og þá áttur nú til að umhverfa öllu í herbygginu þínu og vissulega gaman að koma inn í nýtt umhverfi og þannig að breytingin gagnaðist þannig séð en eftir viku þá var þetta bara orðin önnur vanasjón sem þú sást og breytingin þannig séð fallið nú koll. En það var allt í lagi svo sem að hafa gert þetta því að maður þurfti aðeins að taka til hendinni við verkið og þetta breytti í sjálfu sér engu. Þess ég segi þá tók bara heitt vanaverkið við af fyrra vanaverki eða fyrri vanasjón. Þannig að það er nú ekki lausnin í sjálfu sér. Ég held að allt svona réttlist af manni svona með aldrinum. Allavega ef ég gerði þetta stundum þegar ég var ungu maður þá átti maður þetta til en ég hef ekki gert þetta núna í áratugi og er ekkert að fara að gera það. Ég hef lært það á lífinu að þetta hitt breytist hvort er í sitt vanaverk þó manni finnist sjá í breytinguna svona fyrsta kastið. Þá er ekki þetta kannski sem við þurfum að velta svo mikið fyrir okkur heldur bara lífinu sjálfu og vera fyrst og fremst bara þokkalegar manneskjur, erum við það? Ég veit það ekki. Hvað segir ég sjálf með það? Já, ég held að ég sé nú þokkaleg manneskja. Er það allir? Örugglega ekki. Sjá þeirra? Örugglega ekki. Ef það er einhver galli á mönnum, þá æpandi galli jafnvel þeir, það er engi sem segir manni það að menn taki eftir því. Men það er ekki það sem við þurfum að velta fyrir okkur, hvernig aðrir gera þetta, heldur hvernig við gerum þetta og að við gerum það rétt sem við erum að gera. Getum við það? Er þetta að gera rétt það sem er að gera? Ég spyr þig. Það er vel hægt. En nú voru þú að læra réttu handtökin og réttu verkin og læra af honum sem hefur þetta allt saman rétt. Og hvað heitir hann nú? Er hann til? Já, hann er nefnilega til. Hann heitir Jesús. Hann er með þetta allt saman rétt og hann bara fullyrðir það að þessi læri af honum, þeir eru að læra góða lexíu. Svo stórt tekur hann upp í sig. Og við sem að þekkjum Jesú og elskum að tilbiðja hann og tigna og að læra af honum, sjáum að það sem hann er að segja og það sem hann er að gera og ég geri eins og maður finnur að þetta er rétt að gera þetta svona. Þannig að maður lærir svona með tímanum, allt tekur tíma, að bara gera það sem Drottinn er að tala og beygja sig bara undir það. Þá farnast mann eitthvað best í lífinu. Og þannig lífi eigum við að lifa og okkur farnist vel, ekki bara stundum, þetta er bara frá degi til dags og það er það sem að Drottinn er að bjóða og já, fara fram á. Hann er aðeins sem getur alveg staðið við þetta. Þar að segja, ef við erum að gera það sem hann er að bjóða, gerum við það.
Við þurfum að læra það. Við gerum bara það sem við viljum. Ef við viljum fylgja Kristi, læra honum, þá gerum við það. Ef við viljum ekki læra Kristi eða fylgja honum, þá gerum við það ekki. Ef við erum svona stundum bara, oftast kannski bara við sjálf, þannig séð, bara gera það sem við höfum alltaf verið að gera og Kristur er þarna, við þekkjum hann. Hvað gagnast og kennsla hans okkur ef við erum hvort þegar við sjálf. Þannig séð höfum við gert bara það sem við höfum alltaf gert. Það er ekki að taka sinnaskiptum. Já, hvar eru þessi sinnaskipti ef ekki breytist hjá okkur? Sinnaskipti er eitthvað sem hefur breyst hjá okkur. Var þetta batnaðar, var þetta verri vegar? Það getur alveg verið. Fyrir eftir því bara hvað þú ert að læra og af hverju þú ert að nema. Ég segi það, ef þú ert með Krist í þínu hjarta og þá ertu með bókina sem ekki allavega langt frá þér og þú ert að tala við hann í gegnum bænina og svo framvegis og hann kemur tilbaka með ráð sem að gagnar. Og þú kannski ert lengi að stíga út á þessi ráð því að þú kannski ert ekki mikil framkvæmda manneskja en svo byrjar að taka skrefin að þessu ráðum og þú sér að þau eru harla góð. Og þetta byggir undir þitt líf, svo heldur þessu bara áfram. Áratugum seinna þá sérðu að þér hefur ekkert hlekkst þannig séð á. Af hverju? Að þú fylgdir alltaf ráðum Jesú. Og hann ræði þér heilt í dag og svo framvegis. Hann veit að ákvörðun mín í dag, hún kannski birtist ekki fyrir árum seinna. En hver var hún sem ég tók? Það er spurningin. Þess vegna er best að leita ráða hjá Drottni sem hefur ráðin. Hann veit hvernig þetta virkar í framtíðin. Ég veit það ekki, en hann veit það. Þess vegna ræður hann mér heilt, gefur mig góður ráð, ég fylgi þeim frá degi til dags, árum saman og mér hlekkist ekkert á vegna þessara ráða hans. Þetta er það að fylgja Kristi og þetta er það að trúa á Krist og þetta er það að hafa lært af Kristi. Við viljum læra góða leksíu. Við erum að hópa að okkur kennari sem við teljum að sé að kenna okkur góða leksíu. Og sumir kennarar vissulega kenna góða leksíu, en bara sumir. Kennarinn sem er að kenna þetta er bara maður. Sem að lærir bara, já, þessi bók og kennir af bók og svo framvegis og kannski blandar einhverju smávegis að sjálfum sér inn í það. En þetta getur allt saman oltið koll. Þetta er mannlegt verk og ekkert í mannlegt verk er einhverju stenst þegar framlíða stundir. En það má alveg tryggja það og garantera það að það sem að Kristur segir, það sem hann gerir, þetta stenst allt tímans tönn. Já, tímans tönn og það er mikið orð tímans tönn. En þetta stenst tímans tönn. Af hverju? Af því að hann er Drottinn, hann ræður alveg hvernig þetta er. Ef hann vill breyta ykkur, þá getur hann gert það ef hann vill. Og þegar hann er búinn að breyta einhverju þá réttir það enginn af. Ef við trúum því að ef hann breytir einhverju sem er ekki, því að þetta var fullkomið bara þegar þetta var að fara að stað með þetta, jörðin og allt saman það, hann breytir einhverju þar. Hann segir okkur að nota þetta eins og það er, ganga vel þetta, fara vel með þetta, en sem við erum aldrei ekki að gera. Af hverju? Af því trúum ekkert á Jesú. Það má söm okkar. Og kennslan er ekki byggð upp á orði Guðs. Og svo komið að það er búið að loka á orð Guðs í flest öllum skólum á Íslandi. Er þetta nokkuð staðar kennt lengur? Nefnum þó kannski biblíuskólum, ef þeir eru einhver stað til lengur, ég veit það bara ekki. En ég veit alveg hvað þetta er kennt. Þetta er kennt á stundum í kirkjunni, það er ennþá í gangi þar og þar ertu að fá þessa kennslu sem hefur gengið í gegnum aldirnar og orðþúsundin og það hefur gagnast öllu fólki vel í þennan tíma sem að tók við þessu. En það þá eins og núna, það er bara sumir sem taka við orði Guð og þeim hlekkist ekkert á vegna þess að orð Guðs er gulltryggt á bak og brjóst. Þetta er það sem maður reynir og þetta er það sem maður veit og þetta er það sem maður, já, vil að heyrist berist út til annara til að þeir allavega hafi þetta við mig og geti valið.
Vill ég þetta eða vill ég þetta ekki? Sumir velja þetta og þeir eru bara eins og ég hvað þetta varðar. Þeim hlekki hefur ekkert hlekkst á heldur frekar en mér. Eftir að ég tók trú þá hefur mér ekkert hlekkst þannig séð á. Ég hef farið vel með það sem að mér treyst fyrir og ég meira að segja lærði peninga, að fara vel með peninga sem ég var nú klaufi við að meðhöndla hér í eina tíð. Þénaði mikið og varð ekkert úr þessu og þetta voru ég vissi ekkert hvert, en það er ekki þannig lengur. Vegna þess að ég tók trúna inn og trúin fór að tukta mig svolítið til, mér til góðs. Og ég tók við þessari tuktun trúarinnar og læriði mína leksi og ég segi mér hefur ekkert hlekkst þannig séð á. Og þú getur alveg verið þarna þú vilt, en þú verður þá að gera það sem trúin að boða og biðja þig að gera. Og það sem að trúin að biðja og boða þér, hún gerir það vegna þess að trúin veit að þetta gott verk sem þarna verið að tala Heimurinn ekki fullur af góðum verkum, heimurinn yfirfullur af hins vegar af vondum verkum, af hverju? Því heimurinn hefur enga leiðsögn. Hver leiðsegjari heimsins? Leiðarinn sjálfur maður. Og heldur hann sé eitthvað að boða eitthvað sem til gagns? Hann hefur ekkert leyfi til þess. Hann hefur ekkert leyfi til þess að segja sannleika. Hann bara lýgur og bullar og þvælir og hringlar í öllu þannig að veit enginn hvar norður, austur eða vestur og suður. Þannig að það er búið að snúast öll á haus. Því menn hafi yfirgefið Guð. Og það er búið að henda Biblíun út einu sinni enn úr skólum og það náttúrulega gerðist fyrir áratugum, en hún var komin inn aftur og búin að vera í áratugi til að mynda þegar ég í skólanum. Ég 72 ára í dag og ég var náttúrulega bara í skóla á þeim tíma sem að skólaskyldan var og þar var Biblíustundin og hún var búin að vera í skólanum þá held ég í áratugi. Hvenær þetta fór mann ég ekki, en hún var allavega ennþá kennd þegar ég gekk út úr skólanum í síðasta skiptið. En hún hefur ekki verið kennd núna, já, í lengi og það er ennþá verið að tala að fara að henda sér aftur og þá rísa ykkur upp á afturlappirnar og vera bara spangóla. Þeir vilja þetta ekki inn, af hverju vilja þetta ekki inn? Þeir eru hræddir við þetta. Af hverju eru þeir hræddir við þetta? Að þeir þekkja þetta ekki. Þeir hafa alltaf að mynda af því að réttu myndina. Af hverju hafa þeir ekki neina rétt að mynda af? Ég veit það ekki. Kannski eru við sem eigum þetta til ekki nógu duglega útskýra þetta hvað þetta í raun og veru og hvað þetta? Þetta það besta sem þú getur fengið og ég staðhæfi það. Við erum bara að tala með þessum hætti því að þá erum við að tala sannleikann og við vitum sem þekkjum til orðs Guðs að þetta svona, þetta það besta sem þú getur fengið. Þetta gagnast öllum mönnum og konum á hvaða aldri sem frá barnsaldri og alveg upp í bara, já, og með þú enn dregur andan, þá orð Guðs að gagnast þér. Ég er búin að vera við þetta síðan 89 sem ég oft talað og þetta að gagnast mér ennþá jafnvel og það hefur alltaf gert og reyndar betur og betur vegna þess að maður alltaf að auka skilningin sinn bara því að stunda þetta og það eðlilegt. Þegar þú stundar eitthvað þá lærir alveg helling af því að stunda það. Og þetta þannig fræði að þau bæta alltaf við þig. Þau eru endalaust uppspretta af einhverju nýju sem opnar þér hugan og þú sér þetta kannski alveg á nýjan hátt og kannski búin að gera það margoft. Þetta að fylgja Guði. Þetta þessi frjóa kennsla sem við að boða og þetta það sem verið að loka á og var lokað á og menn bara fyllast ofta reiði yfir að minnst á að setja þetta inn aftur. Akkur reiði, eins og ég var að segja það, þá þekkja þetta ekki. Þeir halda þetta sé ekki neitt gott, að þeir þekkja þetta ekki, raunverulega þá vita þeir ekki hvað þetta en samt íta þess út á borðinu. Þannig að maðurinn án Guðsanda, hann ekkert alltaf að breyta neitt rétt. En ég trúi því nú að maður með Guðsanda í sér, hann gerir það nú í flestum tilveikum. Vegna þess að hann að vanda sig, vegna þess að Guð að tala til hans ráð sem að duga. Hann fer eftir þessu ráðum að þeir hefur góða reynslu að þessu ráðum. Hann fær fullt af ráðum, en hver mörg af þeim gögnuðismanni þannig séð.
hann hugsar einstaklingin, hann dó fyrir einstaklingi, hann lifir í einstaklingi og hann vill einstaklingi sem hann býr í heilagur andi fyrir náð og miskunn Jesú Krist. Hann veit alveg hvað ég þarf til að mynda og ég vill að hann leiðsegi mig. Og hann hefur alltaf leiðsagt mér þannig að úr hafi komið bara bestu bytti. Þetta það sem að fylgir því að vera trúð manneskja og þetta líka erum við að boða. Og þreytustum ekki á að boða þennan boðskap. Og við segjum þetta réttur boðskapur. Og þú upplifir þetta á sjálfum þér og sjálfri að vera þessi rétti boðskapur. Og þú hikar ekki til að segja öðrum en ávöldum hvort að aðri sem heyra og veit ekki þekking og þú takir við honum. Það ekki mitt mál að meta það á okkar, við bara segjum það sem rétt og satt. En það segir orðið það sjálft framar bera að hlýða Guð en mönnum og það Guð, alveg skýr vilji Guð að þetta sé haldið áfram. Þannig hann var ekki með í því þegar skólanum var lokað, þess að Biblía var lokuð, eða skólinn lokaði á Biblíuna. Það var ekkert vilji Guð. Það var ekkert með í þeim ráðum. En hann leyfir mönnum að ráða, ef þið vilja þetta, þá fá þeir þetta. En birtingamyndin nú heldur betur ekki góð. Við sjáum ástandi í dag. Þetta unga fólk margt hvert að þetta eru bara hálfgerðir villingar oft og tíðum. Þeir hafa svo sem alltaf verið, en ég held að mér sé mikið það í dag, þess að bara kölluðum á villinga hérna í gamla daga. Ég held að sé mjög mikið það í dag. Af hverju? Það búið að taka allt þetta besta frá blessuðum börnunum. Og þau fá ekki þessa næringu og ef einhver minnist á eitthvað var orðið Guðs þá verður allt vitlaust og þetta bara gjöra svo að hafa þetta fyrir þetta. Og þannig að þetta ástandi í dag. Svo horfa menn á veröldina og í kringu sig og þetta ekkert nema glundröð og ringulreið og menn skilja ekki í af hverju. Og þeir koma með einhverju svaka spekinga fram til þess að segja hvernig eigi nú að gera þetta nú til að ráðum. En það gerir þetta enginn. Ekki einu sinni þeir sem ráðleggja. Þeir hafa laun fyrir að ráðleggja og þeir ráðleggja. Og það getur vel verið að ef að menn færi eftir þess að það sé eitthvað gagn af því, en ég lofa þér því að gagnsemin ekkert á við það að taka bara orð Guðs í hendur og fara eftir því. Og þú getur gert það. Bara hér og nú getur þú byrjað að fara eftir því og allir þeir sem gera það, þeir segja, já mér hefur nú ekki tleggst neitt á og standa við það og geta sýnt það ef úti það var í farið. Þannig að þú þekkir alveg hvernig lífið þetta hefur verið. Ef þetta eru tómar kollsteypur og þú rist upp úr þessari kollsteypu til þess að fara í aðra kollsteypu en þú serð ekkert athugavert við þetta, hann gerði þetta smámistakarna og þá datt ég á hausinn og svo bara gerur þetta aftur. Þú lærir ekki. Og það ekki viska, það lærir ekki og lenda í þannig séð sömu hjólförunum aftur. En þetta heimurinn að gera. Því hann veit ekkert hvað hann á að gera. Hann ekkert. Hann hefur ekki ráð. Það er búið að taka þetta allt frá honum. Og ráðin eru bara á munni hvors annars. Og þau eru bara svona hipsum haps. Það vantar einhverja kjölfestu í þetta og kjölfestan í orði Guðs. Og það er þetta sem við erum í raunverulega að boða sem þekkjum þessi fræði. Okkur erum við að því að þetta Drottinn vill að þetta heyrir. Að hann elskar fólk, hann vill fólki, hann vill að því farnist vel. Hann veit að ef orðið er sett til hliðar eins og búið er að gera núna nema hjá kristna fólkinu, þessu fólki ekki að farnast neitt vel. En það allavega kvartar það nóg. Það er svolítið blankt maður að allavega bara að drepast og blankættum. Af hverju? Af því að þessar peningarnir bara þeir fjúka upp úr þessum tönnu þeirra. Bara allt einu hverfa þeir, fólk horfið tilbaka, ég veit nú ekki hvernig stendur á því svona rosalega blankur í dag. Þannig var þetta hjá manni sjálfur. Maður þénaði kynsturinn allavega öðrum. Velti sér upp úr peningum. Það kom fyrir að maður var í inniveru og tók út megnaði laununum sínum, góðum túr og
Svo áttum maður ekki verið leigubíl þegar maður fór á sjóinn eftir 2-3 daga, eða 2 daga. Þannig var nú stundum ástandið, maður var að slá lán fyrir leigubíl. Maður hafði geta greitt hann 1000 sinnum hefði maður bara notað þetta rétt. Þetta var viskan þá. Og maður horfði ekkert í þetta. Þetta maður var bara einn af hinum. Það var allir svona og maður talaði við skipsfélagana sína þá sögur sem og sögur einu og veru. Ég átti nú ekki verið leigubíl, þannig að mamma lánaði mig fyrir leigubíl. Kom maður alveg svaka flottum túr. Þannig að það tók ekki langa tíma að eyða þessu. Þetta ekki að fara vel með. En þetta bara tíðarandinn eins og var þá. Hann annar núna. Af hverju? Nú þjóna ég Guði. Og það breytti öllu. Ég byrjaði að þjóna Guði fyrir, 89 ég oft sagði. Ég þjóna hann síðan upp á hvern dag. Í dag kann ég að fara mjög vel með það sem ég með og mér hefur, eins og ég segi og stend við, mér hefur ekkert leggst á þannig síðan. Nei, mér hefur ekkert leggst á. Ég undir vernd Drottins og það það sem við þetta kristna fólk erum að boða og bjóða. Þetta, ef það gildi fyrir mig, þá getur það alveg gilt fyrir þig ef þú vilt það. Út að heyra þetta núna, hvað viltu? Ertu kannski orðið þreyttur og þreytt á ástandinu á þér undanfarin ár? Breyttu því. Drottinn að bjóða þér. Taktu við þessu og leyfðu þess að verða að þínu. Þú ert kannski hræddur við trúna. Þér finnst þetta trúa að fólk vera svo skrítið að þú vilt ekki verða svo skrítin. Vertu bara þessi skrítna manneskja og þegar þú komið til trúar þá finnst þú ekki vera neitt skrítin. Þér finnst þú bara loksins vera orðin eins og þú átt að vera. Þannig upplifði ég það. Ég fannst ég vera loksins orðin þess að ég átti alltaf að vera. Og ég stend á því enn þetta í dag. Þannig að mér langar ekki tilbaka. Mér langar ekki til að verða það sem ég var einu sinni. Og ég verða aldrei. Ekki það maður þá yfirgefa Krist, ég sé nú ekki alveg hvernig maður á að gera það. Við erum orðin svo samofnir í dag, ég held að það bara sé ekki til í myndinni. Þessi dagur er góður. Það bætir spönn við trúna mína, við það sem hefur verið. Og ég að gera það sem Drottinn að bjóða. Hann býður mér að lesa dagkvæmt í orðið Guðs og ég geri það. Núna ég með þátt sem heitir Biblíuþátturinn okkar og hann til þess að hvetja mig og þig að gera þetta verk sjálfur. Það ekki bara heyrandi og þiggjandi, heldur gera þetta verk sjálfur og fá þetta beint í æði sem sagt er. Það er besta gagnið. Og veistu hvað gerist þegar þú ert að lesa þetta svona upp úr orðið Guðs? Það fer í hjartað. Drottinn sýndi mér það einu sinni. Og ég veit, og ég sé það, ef maður er að nota orðið eitthvað, þá koma þau upp svona eftir því hvað við á. Af því þau eru í hjartanu. Þau fara ekki þaðan. Þau voru sett í hjartað. Og það er í gegnum lestur. Það er allavega það sem Drottinn hefur sýnt mér. Sumir eiga erfitt með að lesa og allt með það og ég ger ekki lítið úr því. En þá hefur Drottinn gefið þeim bara einhver aðra leið. Núna í dag er þetta hlusta á Biblíuna. Þeir taka þá bara orðið í gegnum eyrun. En við gerum það í gegnum augun og hugan og allt saman það og það fyrir að ég held að ég trúi því ef að þannig háttar til að manni hann get ekki lesið nema ég erfitt með að lesa, kannski eitthvað í augunum sem gerir það verkum að hann á erfitt með að lesa, það getur allt gerst svo sem, þá gefur hann aðra leið. Því að hjartað er opið fyrir orðið Guð, hann opnar þá bara eyrun, ding, og hann fyrir að hlusta og gera sama gagn fyrir hann sem manneskju. Það er aðalatriðið að orðið bara fái að gera það gagn sem því er ætlað að gera. Og það er alltaf gagnað því að vera undir orðið Guðs, hvort sem það er ég eða þú. En ég og þú og við þurfum þá að vinna þessa vinnu og láta okkur hafa að fara í hana og að okkur undir að lesa
Því að þú þarft á aga að halda til þess að lesa. Þetta ekkert af þessu sjálfgefið. Þetta gerist ekkert af þessu sjálf. Þú þarft stundum að ýta á sjálfan þig að fara í lesturinn. Og þá bara gerir þú það. Að því lesturinn orðið þér svo kær að í raun og veru þá vilt ekki missa neitt af því. Þú veist að þetta að byggja þig upp og þú vilt gera það sem að byggja þig upp á réttan hátt og ég lofa þér því að það fátt sem byggir þig betur upp en orð Guðs. Já, það ekkert sem byggir þig betur upp en orð Guðs, en vissur þetta? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þú veist. En þetta það sem að ég reyni og bara standa á og hika ekki við að standa á því og segja mönnum þetta nákvæmlega sem ég að segja. Því þetta rétt kennsla. Þetta þessa gagnlega kennsla sem að menn þurfa að fá. Ég ekki maður sem að bara út með þetta allt maður ekki sjá þetta hérna. En það búið að gera það í menntadeildum á Íslandi. Menntadeildum á Íslandi sem eiga annars börnin okkar og ungviðið og kenna því rétta leksíu. En það búið að taka það besta frá þeim. Þannig að menn vilja þetta ekki. Þeir eru hræddir við þetta. Þeir eru hræddir að þeir verið svo trúaðir að menn hlæja þeim. Það alltaf lagi að hlæja að trúuðum mönnum, en þeir eru samt áfram trúaðir og þeir elska Jesú. Ef menn vilja hlæja því þá bara gera þeir það. Ég ætla samt að trúa á Jesú þó að menn hlæja trúnni minni. Það allt í lagi. Ekki svo að skilja að ég hafi neitt orðið fyrir því, en ég held að myndi ég ekkert horfa neitt í það. Ég veit alveg hvað ég á og ég veit alveg hvernig það hefur leikið mig, það leikið mig vel. Það er margt sem leik mig ekki vel í lífinu, en þetta hefur bara leikið mig vel. Bara vel. Þannig að það er mikill munur á orði Guðs og eiga trú á Jesú Krist og öllu öðru. Það er ekkert sem jafnast á við það í gæðum eða neinu öðru. Og þegar þú ert komið þarna, þá líður þú engan skort. En hver oft hefur ekki liðið skort í heiminum. Þú veist ekki hvað þú yfir mat í dag. Og þú ert alveg svoleitt með áhyggjur fyrir eyru, fyrir haus að það er svona dýrtíð maður, hún er svo svakaleg. Jú, það er dýrtíð. Og allt er þetta að hækka og á þetta að hækka alveg helling, en Drottinn sér nú samt fyrir okkur. Ef hann vill það, ef hann fær það. Það er allavega mín reynsla, mér skortir ekki neitt. En það er ég þarf að lifa af því að mikla dýrtíð og þú. Ég er meira að segja á mínum launum og menn eru nú grátandi undan þeim ef þeir geta og þeir gera það nú oft. Ég nenni því ekki. Af hverju? Ekki Rogi! Þú mátt kalla þetta hvað sem þú vilt. Þetta er bara, ég þarf ekkert meira en ég hef. Það er bara þannig. Ég lifi bara á laununum og fæ ekki krónu meira en þau. Og gera það sem ég þarf að gera og fer þangað sem ég langar til að fara og þegar ég vil fara. Þannig er þetta. Af hverju? Það er blessun yfir þessu manni. Af hverju er þessi blessun? Af því að trúir á Jesú. Þess vegna kemur blessunin. Þetta er það sem ég vil segja þér. Ef ég get nýtt þessa blessun hans, þá getur þú það líka. Þú verður þá að leyfa honum að koma af stað með sinn heilaga anda í þér. Hann er alltaf að kalla á þig. Hann er að kalla á þig núna. Hvað ætlar að gera? Ætlar að leyfa honum að sýna hver hann er. Hann sýndi mér hver hann var og ég vil ekki skipta síðan. Og það verður reynst með þig. Þegar þú sér að þetta er eitthvað fyrir þig. Þetta er eitthvað sem fór úr þér. Og er ekki lengur þú finnur að þetta á að vera þarna. Þetta er það sem fór úr manninum þegar við skilistri góðs og íls. Þegar Adam og Eva komu og ódamurinn tók þetta sæti. Og hann hefur ekki gert nokkur manni neitt gott frá þeim tíma. Og hann aldrei búinn að rugla svolítið í fólkin í dag að það veit ekki hvað það heitir einu sinni, varla. Það er að fara í passasinn til að muna nafnið sitt. Eða vegabréfið. En þetta þarf ekki að vera þannig. En það er nú ekki von og góðu þegar við verum að henda öllu þessu besta frá okkur. Og taka inn hvað? Hver veit það? Það er að sjá allavega ekkert að gera eins gott og hitt. Og menn kvarta á stein í undan þessu, allt í ringulröðu upplaust. Og menn vil ekki taka það best inn og byrja bara þaðan að vinna það sem frá er horfið.
Það er engin löngun til þess að taka þetta inn. Þessi menn veit ekki hvað þeir eru að biðja um. Vissu það ekki heldur þeir að hendu þessu út. Hvað þeir voru að biðja um. En það er það sem að blasir við í dag. Það voru þeir raun og veru að biðja um. Ringulreið, ótti, kvíði og það allt saman. Kom inn í staðinn. Því orð Guðs í hjartanu það verði. Og það náttúrulega ver ennþá. En þú þarft á trú til þess að verji þig. Þú er náttúrulega alltaf þurft trú til þess að orðið verji þig. En orðið hefur alltaf verið starfandi. Og það breyttist ekkert hvað þetta varðar þó við varum að henda þessu hinn út. Það hélt áfram að vinna bara sína vinnu og taka menn úr heiminum og þeir eru þá menn eins og ég sem erum að styðja þetta. Kannski voru við sammála því að þetta fær á sínu tíma en við erum ekki sammála því lengur. Því núna vitum við hvað við erum að tala um. Við erum að kynna okkur þetta. Við erum að fræða okkur í þessu og við viljum vera þarna. Og ég er hérna með orð Guðs fyrir fram að mig, Biblían, sem sagt Gamla testamentið og Nýja testamentið og við erum núna í Gamla testamentinu og við erum byrjað aðeins að lesa þar. Við skulum lesa þar orðskviðirnir, 17. kafli. Við skulum lesa frá og með 18. Fáis er sá sem handsala fyrir náunga sinn og gengur í ábyrgð fyrir hann. Fáis. Þetta hefur nú leikið marga illa. Þeir skrifandi er besta vinsinn og svo steinleikur hann og þú verður gjaldþrota kannski af. Vært nú ekki hrifinn af því. Af hverju? Þegar þú leitaðir ekkert Guðs hvort þetta var rétt af þér að gera en eftir að trúin kom þá er alveg pottþétt að þú myndi gera það. Og kannski þetta drottinn sagt, nei, ég held þú ættir að sleppa þessu. Af hverju? Því hann ræður okkur heilt. Hann er að firra okkur vandræði. Og þú upplifir ekki það að það er bara komið skafla skuldum á þig. Hinn stóð ekki, hljóp frá öllu, segir það. Og náttúrulega banki vill fá sitt og hann er ábyrgðarmaður, við hendum þessu bara yfir á hann og þú bara, skuldaði 3 milljónir, hvað er engi? Og hinn bara horfinn og er búin að skipta síma og allt maður og það næst ekki í hann. Fáis er sá sem handsalar fyrir náunga sinn og gengur í ábyrgð fyrir hann. Hvenær voru orðskviðirnir gefnir út? Þessi leiðbeining og ráðlegging hefur gengið með mönnum í árþúsundir. Þeir eru á nafnsökuna. Þeir eru ekkert að kynna sér orðið og vita því ekkert að þetta er þarna. Sjáum við ekki að þetta er gagnlegt ráð. Við erum sammála þessu. Og kannski erum við fólki sem lentum í þessu. Sá sem hann þrætum sækir í yfirsjón. Sá sem gerir þröskuldinn háan, nýtur hann. Þröskuldinn háan. Svo kemur hún aðalinn maður og stóra táin í og hann bara magalendir og rennur eftir gólfinu á maganum. Það vitið þessu. Hinn meinfýsni öðlast enga gæfu og sá sem fer með lega ratar í vanda. Nákvæmlega. Þetta er allt í gangi. Við erum ekkert að pæla í þessu að við þekkjum ekkert þessa reikningar sem eru að tala um þetta. Sjáu ekki hvað þetta er gagnlegt. Sjáu ekki hvað þetta er góð kennsla. Þetta er búið að ganga með mannkynni í árþúsundin sem vorum að tala um áðan. En við bara hendum þessu út og viljum ekkert með þetta hafa. Þessi svakalega flottu ráð sem þú heyrðir hér og þú ert sammála því þetta er gott ráð. En samt vilt ekkert með þetta gera. Af hverju? Ég veit það ekki. Af því að það er búið að slá mannin blind. Það sér þetta ekki. Þess vegna er þetta eins og það er. Trúin opnar augun. Og þú segir, vá maður, þetta er ekki smá góður ráð. Algjör umsnúningur. Þú sjá þetta. Þetta er alveg þetta, ég hef bara aldrei heyrt svona gott ráð. Þetta er mikil breyting frá því þessu, fattu þetta bara frá mér. Takk, þetta bara verður að nota þetta sjálfur mig, þetta tróða þess á mig. Sá sem hann þrætum sækir í yfirsjón, sá sem gerir þröskuld sinn háa nýtur hann. Það
getur gerst. Þegar þú talar við svoleiðis á Spani maður og leikur stóru tóni og bang, bara skellur í gólfið. Það getur nú orðið eitthvað slíst úr því. Þetta allt í orðinu. Þannig þið þurfum ekkert að vera neitt undrandi á því að þessi maður sé að benda á orð Guðs sem einhverju leið, en ekki bara fyrir skrýtna kall og kettlingar sem duttu á hausinn og mistu eitthvað úr honum. Þannig það ekki. Þetta viskan sjálf. Og þetta trúar að tala til mig. Viskan sjálf, Konráð, segir hún. Og ég tek undir það, já, þetta viskan sjálf. Og ég vil vera þessi viskan kennd. En það búið að rífa þetta út úr skólanum. Þetta besta sem við eigum og fáum ekkert betra, það búið að henda þessu all út. Að við skiljum þetta ekki. Að við bara verum blinduð fyrir þessu. Og erum blinduð á afli. Og veistu hvað þetta afl heitir? Það heitir Satan. Það nú bara málið. Jesús alltaf til mótvægis við hann. Og hann kennir okkur góða kennslu. Og þetta orð hans, já, orð hans. Og það segja okkur satt og rétt. En til þess að við notum þetta sem satt og rétt, þá verðum við þetta að bera okkur eftir því. Og það einmitt það sem þessi þáttur fjallar að þú sem einstaklingur gerir þetta verk, því að þetta snýst einstakling. Ég þarf að velja rétt. Ég má ekki byggja það, skera þröskuldin á háan að ég í einhverju horfa upp og svo reiki lappirnar í þetta og steinleik. Að ég gerði þetta ekki rétt. Það þetta sem verður að tala Og orðið hjálpar okkur við að gera það sem rétt betur. Já. Þannig að þú hefur þetta afl í þér að leiðrétta. Að fara þennan veg, ekki þennan veg. Að vera með lágan þröskuld til þú reykir ekki stóru tonni í hana og liggir flatur og svo framvegis og framvegis. Að gera þetta bara eins og að gera það. Það vantar svolítið á það átt á tíðum og þess vegna erum við alltaf að rífa niður og byggja eitthvað betra og stærra eða hvernig við lagfæra það sem við þegar búið að gera. Af því það verður ekki nógu vel gert til að byrja með. Þetta ekki svolítið þannig? Þetta svona. Af því okkur vantar það í okkur sem að gera okkur að þetta heilbrigða fólk. Og hvað annað en trúin tekur það sæti? Ekkert annað. En það búið að skuttla þessu öllu út. Og og ég ekki sjá þetta orð. Við vorum að lesa það sjálfur. Já, ég lesa það sjálfur. Og ég hef lært alveg mjög mikið af því að lesa það sjálfur. En ég vil, að því að drottinn góður og ég þjóðna hann, þá bendir hann þér á að lesa það. Lestu þetta bara með hann, Konráði. Já, kannski ég veit að lesa saman orðið. Ég veit það ekki. Ég hef oft lesið orð með fólki og við raun og veru erum við enn að lesa orð hvort fyrir annað. Því að það eru ennþá svona stundir í kirkjunni sem menn lesa okkur orðið Guðs og tjá sig eitthvað smávegis það, hver fyrir sig. Þannig að við erum að lesa fyrir hvort annan og já, útleggja ef manni er gefið eitthvað til útleggja. Þetta ennþá í gangi. Kannski ekki reglulega, en alltaf annað veifi þá gerist þetta nú. Og ég fyrir mína part að við höfum alltaf fundist þetta að vera bestu stundurnar þar sem þetta er gert svona. Ég er biblíukall. Ég elska að lesa orð Guðs og tjá mig þess vegna, en það verður þá að vera samstæð það að feitikallinn fá að tjá sig. Ekki svo að skilja hún sé bannað það, en þessar stundir svona, hann hafa alltaf verið annað veifið og eins og ég var að segja, ég kann bestu það, þessar stundir. Þess að menn lesa bara eitthvað sem þeir vilja sjálfur þess vegna og svo tjáðu sig. Ég veit ekki hvort að kirkjunumenn séu hræddir þessa leið, en ég held að þeir þurfi ekkert að óttast og við stakkur upp. Það er svo drottinni yfir. Það er málið. Það er engin hætta að bara leyfa honum að vera Guð og við erum bara þjónar hans sem að gera það sem hann vill. Í Jesú nafni. En það er komið tími til að ljóta leiða það. Maður verður alltaf að segja þetta er sannleikur. En þetta verk heldur áfram og ég veit að allar að biðja fyrir því. Og
Konráð kveður, já og við sjáumst um eftir viku. Verið þið sæl.